Hvar draumurinn ný stuttmynd sem búið að taka upp en í eftirvinnsluferli sem stendur. Það mikið af fólki sem kemur að myndinni en Pétur Halldórsson á upprunalegu hugmyndina. Hann var árið 2010 að vinna með stúlkum á áfangaheimilinu að Laugalandi og gerði þar stuttmynd með stúlkunum sem sýndi grimman veruleika þeirra úlinga sem lenda út af sporinu og í vondum félagsskap. Sú mynd var sýnd í fámennum hópi og fékk mikið lof en vegna persónuverndarlaga var sú mynd ekki hæf til opinberar birtingar. Pétur fékk því mikið af góðu fólki með sér og endurgerði sömu mynd sem nú verið að leggja loka hönd á. Allt byrjaði þetta yfir kaffibolla og Kaffi Ilm á Akureyri. Í mars síðastliðinn erum við hérna að drekka kaffi og velta þessu fyrir okkur. Svo náttúrulega gerði við þess ekki dýfi í. Tók alveg við svona 4 mánuðir sem gerðum ekki neitt. Já, þú reyndar að fara að skrifa þetta handrit og ég gerði það, hlýtti því. Og svo var reynur Þórhallur í Petró sem að senda okkur skilaboð á Facebook. Ágætt að fara að gera eitthvað. Og þá fór ég að gera eitthvað og fekk Jokk og Úllu til að endurskrifa handritið og gerði það bara, lögðum svolítið vel yfir það. Og svo bara þá var ekkert aftur snúið. En þú varst að vinna eins og segir á Laugalandi með stúlkum sem hafa farið út af sporinu og koma svo orði. Hvað var það eitthvað þar sem að kveikti svona hugmyndina að handritinu og þessum söguþræði? Já. Það margar sögur sem maður getur sagt það en við tökum það samt fram í þessari mynd sko. Þetta ekki svona saga. Ég ekki að fjalla neina stúlkuna þarna. En já, inspiraður, má segja það. Já, þaðan kemur innblásturinn. Og þetta mynd sem þið hugsið sem svona einhvers konar forvörn? Hvað svona markmiðið með myndinni? Sko, okkur langar mest að keyra landið með hana og sýna hann í grunnskólum. Eða svona, fyrir 10. bekk, eitthvað svoleiðis. Og ekki sem beint sem forvarna mynd, heldur, ég veit ekki, þetta bara leikinn mynd sem á að virka sem forvörn, skilur. Já, þetta saga sem að geta verið svona. Það bara þannig. Hvernig gekk að fá fólk til liðs við ykkur, til dæmis til þess að leikimyndinni og all eftirvinnsla og þess að það? Fengum fullt af leikunum sem voru áhugasamir og svo sótti Pétur líka nokkra sem hann vildi bara fá í ákveðin hlutverk sem lit út fyrir að vera glæpamenn en eru það ekki. Nei, djók. Þannig að gekk bara mjög vel að fullt af fólki sem áhugasamt bara leik og áhuga leikara Sko fáránlega við þetta að við skrifin þá fæ ég í kollinn andlit og það með leitfélagi minn sem aldrei leikið og ætlaði aldrei að leika og hann dreginn í þetta og stóð sér alveg frábærlega og það var aðilega sem sóttum sem hafði aldrei leikið og ég vil meina útkoma sér gjörsamlega frábær en við 3 vorum í kastinu, ég, Jokka og Úlfhildur og það var svo sem engin konfliktar, þetta kom bara eða svolítið til okkar sko. Geturðu sagt mér eitthvað frá svona sögusviði myndarinnar og svona kannski persónunum sem þetta snýst allt Já, þetta saga nokkurra úlinga, mest stúlkna, sem á misjöfnum stað. Einhverjar hafa verið í neyslu og eru hættar, erfitt að standa freistinguna. Aðrar eru alveg nýjar en eru gott skotmark. Aðrar eiga mjög erfiðan bakgrunn heima fyrir og eru þess vegna notaðar í ýmis skítverk og hafa ekki burði til að segja nei. Og svo svona milli stjórnendur sem svona eiginlega aðalhlutverkið sem í raun og veru, hún útsendari vondagörsins sem karlmaður á fertugsaldri sem nýtir sér aðstæðurnar og höfuðpaurinn í þessu öllu saman og með vondu kallana í kringum sig sko. Þannig að þetta saga ungs fólks hvernig því raun og veru stjórnar sem strengjabrúðum af eldri köll, þetta yfirleitt stelpa sem mjög ung og einhverju kallar sem notar sér það. Það svona, en auðvitað allavega og ekki alhafa neitt í því og raun og veru þessar aðstæður sem og hvað gerist og hvernig hægt að plata fólk í ýmsa hluti, spila inn á sálfræðilegu nótunum og svo líka má segja sko hvernig
samskipti foreldra og barna geta verið, að við getum verið svo upptekin sem foreldrar og hérna barnið þitt einhvers staðar að brjótast inn og þú bara, ok, megum ekki bara fara heim og þurfum við eitthvað að ræða þetta við lögregluna og allir þessi vinkill líka í saman sér, sko. En hvernig gekk að skrifa, karakter stelpu, unglingsstelpu, hvernig náður að setja þið inn í hugarheim unglingsstelpu? Það bara með því að hafa verið að vinna með stelpum og upphaflega þegar að handritið gert þá satt ég bara í stofun á Laugalandi og var þar með 6 eða 7 stelpur og bara, hvað segið þið? Hvernig getur þessi verið þessi verið? Hvernig saga þessi að stelpna? Þannig að stúlkurnar sem var á Laugalandi á þessum tíma hjálpuðu til. En það væntanlega að þekkja hluti og svona kannski einhvern heim sem að maður, við kannski þekkjum ekki. Já, það akkurat kannski sem gerir karakterina raunverulegri, sko, en það voru þetta senur þarna sem í endurskrifunum á handritinu sem voru oft erfiðar og ég viðurkenni það mjög auðveldar að hafa 2 konur með mér að skrifa vegna þess að við sýnum ekkert, við erum ekki að sýna brútal kynlíf eða ofbeldi eða þess háttar, en við vísum í allt þetta og margt var svona bara, þið sjáu það bara þegar þið sjáu myndina, þá svona fer hálflega um, sko. Maður fekk oft gæsahúð bara í tökum, sko, mörg atriði sem að maður bara ímyndi sér hvað var að gerast á undan, sko, þá var maður alveg bara, þetta er eitthvað ekki gott, sko, og margir bara góðir leikarar. Þetta var bara mikill leikur hérna sem átti sér stað sem að maður liði sér inn í þetta, sko, þó maður væri bara á tökustað og trilljón manns fyrir aftan mann og eitthvað. Já, ég meina þetta er eins og það sem ég sagði áðan hérna þegar við hittust að það lýsir þessu verkefni best þegar Helgi Steinar að byrja tökur. Jæja, nú vorum við að fara að gera bíómynd, við kunnum það ekki, en við skulum gera þetta. það er raun og veru bara, og það voru allir þannig en viljinn svo gríðarlegur og það er það sem þarf. Og hvar stendur verkefni núna? Já, góð spurning, ég er forvitin. Ég er byrjar að grófklippa hana, til þess að sjá svona heildarmynd á hana fyrir fíniseringu, sko, og við ætlum að klára hana fyrir loka mars, í 23. mars. Þannig ég byrja á henni svona einhvern veginn í byrjun mars bara. Nei. Og hvenær má maður vænta þess að geta séð myndina? Það verður frumsýning 23. mars, ef allt gengur upp. Já. Það er alveg margt sem þarf að ganga upp. Já, það er alveg hellingur, sko. Já. Ég hef aldrei tekið að mig svona, ég hef oft klippt lítil vídeo og eitthvað svona bara heima eitthvað. En ég hef aldrei tekið að mig svona, þar sem maður er alltaf endalast að pæla í, syngi með tali og alls konar skot og svo fullt af flóknum senum eiginlega í þessu, sko. Þið ætluð að leyfa okkur að sjá smá brot úr myndinni. Hvað getið þið sagt okkur um þetta brot? Hvað er að gerast? Má eitthvað segja það? Þetta er raun og veru, þarna er karakterinn Gróa sem að þessi karakter í raun og veru er strengjabrúða eldri stúlkna sem eru strengjabrúður eldri karlmanna, þannig er goggunarröðin og hún er sem sagt send til þess að brjótast inn og við verum þjóðvarnarkerfi fyrir gang og löggan kemur. Spennandi, fáum að sjá atriðið og gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Takk.